Í Orðskuðunum 17. kafla 22. versi segir: Glatt hjarta veitir góða heilsubót, en dapurt geð skrælir beinin. Sambandið milli hugar og líkama er mjög náið. Þegar annar líður tekur hitt þátt í því. Hugarástandið hefur áhrif á heilsuna að miklu meira leyti en margir gera sig grein fyrir. Margir þeir sjúkdómar sem menn þjást af eru afleiðingar þunglyndis, sorg, kvíða, óánægju, samviskubiti, sektartilfinning og vantraust leitast allt við að brjóta niður lífsþrekið og bjóða heim hrörnun og dauða. Stundum veldur ímyndunin sjúkdómnum og oft eykur hún mjög á þá. Margir eru öryrkjar ævilangt sem gætu verið heilir ef þeir aðeins hugsuðu þannig. Hugrekki, von, trú, samúð og kærleikur stuðlaði heilsu og lengja lífið. Ánægður hugur og glaður andi er líkamannum heilsa og sálinni styrkur. Þakklæti, fögnuður, góðvild og traust á kærleika og umhyggju Guðs eru hinn besta trygging heilsu. Það ætti einnig að sýna fram á viljakraftin og þýðingu sjálfstjórnar bæði í því að varðveita og endurheimta heilsuna. Hinn veikjandi og jafnvel skaðlegu áhrif reiði, óánægju, eigingirni eða óhreinleika og á hinn bóginn hinn undursamlega lífgefandi kraft sem finnst í glaðværð, óeigingirni og þakklæti. Það er lífeðlisfræðilegu sannleikur í ritningagreininni, sannleikur sem við þurfum að íhuga. Glatt hjarta veitir góða heilsubót. Hinar sönnu meginreglu kristindómsins opna öllum uppsprettu ómætanlegrar hamingju. Við ættum að stuðla að glaðværu, vongóðu og friðsömu hugarástandi því að heilsa okkar er því háð að við gerum það. Þú hefur áhrif á heilsu þína með meiru en matareiði, næringu, hreyfingu eða svefni. Þú hefur áhrif á það með viðhorfum þínum og hugafari. Glaðlegt hugafar mun bæta heilsu þína, en sært og neikvætt hugafar getur eyðilagt hana. Læknar rannsóknir staðfesta þessa staðreynd sem Salomon kenndi fyrir 3000 árum. Þeir sem hlæja og njóta lífsins munu lifa lengur. Glatt hjarta eða niðurbrotið hugafar er val. Þau eru ekki afleiðingað örlögum, skapgerð, erðafræði eða heilsu. Því glaðvær manneskja getur valið að vera hamingjusöm í erfiðleikum og dapur maður getur eyðilagt stórkostlega atburði í lífi sínu. Þú getur haft stöðuga veislu í gegnum lífið ef þú hefur glaðlegt hjarta, en einstaklingur með neikvætt viðhorf getur fundið eitthvað athugavert og neikvætt á hverjum degi. Eða eins og við lesum í Orðskuðunum 15:15. Hinn volæði sér aldrei glaðan dag, en sá sem vel liggur á er sífellt í veislu. Kristileg glaðværð er boðuð okkur, eins og í Filipi bréfinu 4:4. Verið ávallt glaðir í Drottni, ég segi aftur, verið glaðir. En hlátur heimskingjana er synd, eins og við lesum í Efesus 5:4. Ekki heldur svívirðulegt hjal eða ósæmandi spé, þessi stað komi miklu fremur þakkargjörð. Eða í Predikaranum 7:6, því að hlátur heimskingjans er eins og þegar snarkar í þyrnum undir potti. Davíð lýsti oft niðurbrotnu hugafari af völdum syndar eins og í Sálmi 51, 8-11. Sjá, þú hefur þóknun og hreinskilni hið innra og í fylgsnum hjartans kennir þú mér visku. Hreinsa mig með ísóp svo að ég verði hreinn, þvo mig svo ég verði hvítar en mjöll. Lát mig heyra fögnuð og gleði, lát kætast beinin sem þú hefur sundur marið. Hann eyddi tíma sínum í að gráta og syrgja, frekar en að gleðjast. Fyrsta skrefið að glaðværu hjarta og góðri heilsu er að lifa heilegu lítarlausu lífi í Drottni. Ef þú leyfir öfund, biturð, losta, gremju eða reiði í lífi þínu, ertu að biðja alvarlegt heilsufarsvandamál. Þessar vondu hugsanir munu elta þig dag og nótt. Þær mun ekki einu sinni láta þig sofa í friði. Ef þú fyrirgefur ekki öðrum,
mun Guð ekki fyrirgefa þér og þú munt þurrka upp heilsu þína með slíku hugafari. En ef þú ert glaður, kærleiksríkur, þakklátur, friðsæll og fyrirgefandi, muntu finna blessun Guðs og læknandi smyrsl fyrir líkama þinn. Ef þú gerir Drottin að gleði lífsþins, muntu hafa stöðuga ástæðu til að vera glaður, óháð aðstæðum. Nætur þínar verða friðsælar og notalegar, því hjarta þitt, sál og hugur eru afslappaður. Það er fátt meira hressandi og heilsusamlegra en að rannsaka sjálfan sig, játa syndir sínar í bæn og færa honum síðan lofgjörð. Davíð hafði lært þetta vel, eins og við lesum í Sálmi 32:11. Gleðjist yfir Drottni og fagnið þér réttlátir, kveðið fagnaðarópi allir hjartar hreinir.